Veistu það? Ég búinn að vera giftur í 45 ár. Ég alltaf jafn ástfanginn. Hvað þetta segja? Það alveg dásamlegt. Dásamlegt? Ef að kona mín kemist að þessu, þá dræpur hún mig. Góðir áhorfendur, Limbakassinn. Já, gott kvöld. Nú í matreiðsluþættinum í kvöld ætla ég að sýna ykkur hvernig á að búa til franska lauksúpu. Nú, ég ætla að búa til lauksúpu að hætti fransmanna, eins og þeim einum með lagið, en ég er búinn að starfa í mörg ár í frönsku eldhúsi, þannig að ég veit nákvæmlega hvernig á að búa þetta til. Nú, við byrjum á því að taka stóran, ferskan, skemmtilegan lauk og skera niður. Vegna þess að í svona franskri lauksúpu þá er gott að hafa góðan, ferskan lauk. Eftir því sem þær eru ferskar því betra. Og og hérna við reynum að hérna átta okkur á því að í svona frönsku getum við ekki hérna Já, sem sagt við höldum áfram með franska lauksúpu. Góðan dag. Já, get ég aðstöðu? Já, áttu eitthvað af litum, svo góðum litum. Augnablik. Við erum með alla liti hérna. Hvað segirðu? Það er kókaín hvít, afskaplega góður litur. Já. Nú, við erum hérna með hassraut. Hassraut? Já, svona meira aðeins æsandi exotist, skilur. Já, ég skil, já, einmitt, já. Nú, hér erum við með heroín blátt, afskaplega vinsæll litur núna. Já. Nei, ég veit ekki, ég er svona að velta fyrir mér, ertu með eitthvað að lakki? 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 Já, þú veist. Spýtt satín. Nei. Pottjætt en á andra eitthvað dræf í skamdegið. Og tvær undir. Ekkert mál. Mikill hávaði er nú í pakkhúsinu við Austurvöll vegna hennu árlegu jólapakka sem væntanlegir eru frá ríkisstjórninni.
Og miklar vangaveltur eru uppi það hversu margir pakkarnir yrðu í ár. Og í morgun komu loksins skýr svör frá ríkisstjórninni. Það má segja við sem 2 pakka í gangi. Blessa tóti minn, blessaður. Ég ætla að fá þetta hérna. Já, þetta gúmmi hérna. Leið mér að sjá vörunúmerið, það hérna inn í. Tóti minn. Heyrðu, svo datt mér í hug hérna, hvað þú getur hérna á bílun hérna, þú veist hérna, hvað heitir aftur hérna, þú veist hérna, undir hérna. Undir? Dekk? Já, nei, undir hérna, gríp hérna, þú veist. Grípa? Já, þú veist hérna. Naglar? Nei. Keðjur? Já, keðjur. Já, það til. 1 poka keðjum. Vel. Já, svo vantar mér svolítið mikið hérna, þú veist. Gírstöng? Hvað, nei, hérna undir hérna, þú veist, sem er. Barki? Nei, sem undir alveg. Og undir? Aftur hérna, þú veist. Sem kemur út úr, vindur? Já, kemur undir. Pústrar? Pústrar, já. Pústrar, já, 1 pústrar. Ég veit þetta til. Þetta verður svo mikið sem 12.500 krónur. Já. Getur ekki hérna, þú veist, þú veist hérna, þú veist. Skrifað? Já. Dúti minn, ég búinn að skrifa ansi mikið þessa dagana. Já, ég veit. Viltu ekki fyrir eitthvað bara, borgað? Já. Nú hefur enn eitt bruggmálið verið upplýst og hvergi annars staðar en í kjallara Alþýðusambands Íslands. Fúlafur veit meira þetta. Já, segðu mér, hvað funduð þið hér í kjallara Alþýðusambandsins? Nú, það alveg greinlegt að hér hefur geysimikil bruggstarfsemi verið í gangi. Já. Og við fundum til dæmis hérna eina 4 kassa af geysisterku ráðabruggi. Nú, einnig fundum við hérna mikið magn af grunnsendum og það sem kom okkur mest á óvart var þetta mikla magn af leynimakki. 1200 lítrar. Já, en hvernig komst það snóður allt þetta magn? Já, segðu nú til. Við rendum grun inn kjallaraglugan og þegar við dróðum út aftur var hann allur útdataður í sendum. Sendum? Grunnsendum. Já. Fúlafur S. Antonsson, fullur grunnsenda, í sínum heimabæ, ekki fyrir norðan, fyrir Imbakassan. Gott kvöld og verið velkomin í Gort Kortasport. Í Gort Kortasport í kvöld fáum við í heimsókn þekktan tennisleikara sem hefur þurft að hætta leik vegna tennisolboga. Vertu velkomin, Steindór Valsson. Takk að fyrir. Þetta alveg svakalegi tennisolboga sem þú ert með. Finnstu það? Já, þetta bara eitt versta tilfelli sem ég hef séð. Þetta nú ekkert núna, maður. Nei. Þú ert að sjá þegar ég var með neti líka. Já, þetta kallar mann að taka leikinn alvarlega. En nú skulum við líta inn á karatæfingu hjá karatefélaginu Varmenni. Komdu blessaðu Davíð minn. Blessaðu, gjör svona að fá þér sæti. Jú, þakka þér fyrir það. Þakka þér fyrir niðurskurðstofuna. Já, það var nú minnsta málið. Jæja, hvað get ég gert fyrir því í dag? Ég eitthvað svo skrítinn í fætinum. Skrítinn í fætinum, já? Já. Já, hvernig lýsir það sér? Ég stend svo höllum fæti. Höllum fæti? Já. Nei, mér að kíkja á það. Já. Sérðu? Nei, þetta er ríkarlegt að sjá þetta. Hvað? Þú ert með svo rosalegt gengilsig. Gengilsig? Hefur ekki tekið eftir þessu? Nei. Svo sem eitthvað fellingar hérna. Gengisfellingar sem koma hérna inn. Já, hvað, hefur þetta einhver eftirkost? Eftirkost, elsku hjartanstrengum minn, þú ert þetta að kveljast í sig allan vetur, alveg svoleiðis með verðbólgu hérna alveg upp í náran. Nú. Farið ekki svolítið vaxtaverki með þessu? Jú, stundum. Já, og svo er ég ansið hræddur að verða svolítið bólgur í burðarliðnum. Já, það? Já. Er það öll von út í? Nei, ertu að meina þá erlendis? Nei, ég meina, er ekkert að það gera í þessu? Jú,
taka fótinn af. Taka fótinn af? Já, elsku drengur með það eina sem gildir. Er það eina leiðin? Ekkert annað? Jú, ég náttúrulega gæti gefið þér pillu. Hvernig pillu? Afsagnarpillu. Afsagnarpillu? Já. Það verður aldrei segja af mér. Það er nefnilega það. Þá er að taka fótinn af. Já, og taka á báða. Jaha, já, takk. Í æsku ávallt ætlaði mér upp á topp. Í spillingu og sukki vildi setja stopp. En þegar ég var kominn þangað blasti við svo undarlega freistandi útsýnið. Þar var einkabíll, virðing og völd. Í vasa mín að treðja fram á næstu öld. En til þess að ég geti gert það brútt og pent, ég felldi gengið 6%. Ég veit að mörgum finnst að vera verstamál og vaffessi og dagsbrún fari í brand og bál. En þó að þetta viski bæði klútt og klént, ég kýldi niður gengið 6%. Já, 6%, hvað er nú það? Varla upp í nös á ketti eða hvað? Ég tek þetta ekki aftur, engu verður breytt, því ég hef valdið, en þið ekki neitt. Já, og hvernig líður þér í dag? Já, mér líður eins og hrossi. Eins og hrossi, já. Og hvenær varstu fyrst var við það? Já, Viltu ekki vera með stertin upp á borði? Halló, ekki ganga á parkettinu á svona gaflaskifum. Hei, ekki á gólfið. Jæja, þá er tími búinn í dag. Sigga mín, viltu leggja á hann að fara með út í haga? Næsti. Þessar síminn. Nei, blessaðu dúddu minn. Það þarf að fá þennan. Nei, eiginlega ekki. Nei, já, ég skil, já. Já, ekki þessi. Ekki feikta svo í hlutunum minni. Mér vantar hérna, þú veist... Eitthvað sem snýst? Dekk? Nei, í bílinn... Legur. Legur, já. Hvernig legur ertu með? Bara með þessar hérna... Venjulegur? Já. Já, einmitt, já. Heyrðu, ég er nú með hérna nokkra gerðir. Hérna eru skemmtilegur og hérna eru nú leiðinlegur. Og svo er ég með þessar afbrigðilegur hérna, sko, en þær eru svona meira fyrir strákan á jeppunum, sko. Já. Já. Ég veit ekki hvort það passi. Nei, það er nú svo mikið frost úti núna, sko, þetta vill brotna í kuldanum. Þannig að ég hugsa að þú þurfir kuldalegur. Kuldalegur? Já, ég hugsa það. En hvernig býr þá? Ég er á þessum, hérna, grængula þarna úti. Grængula, ert þú á þessu? Já. Já, heyrðu, ég hugsa þá, dugi alveg handað þessar hallarislegur. Gott. Nú í matreiðsluþættinum í kvöld ætlum við að gera eins og endra nær. Erum alltaf með gesti hérna sem matreiða fyrir okkur. Og í kvöld er Haraldur Indriðason sem er kominn alla leið frá Austurlöndum nær og ætlar að... Fjær, langt í burtu. Já, Austurlöndum fjær, langt í burtu. Og ætlar að útbúa fyrir okkur austurlenskan pottrétt sem er, já, það er best að þú segir frá því bara. Já, ég tek við bara. Já, komið í sæl. Ég ætla að útbúa hér austurlenska rétt sem er bæði fljótvirkur og afar einfaldur að útbúa fyrir hvern sem er. Nú, við byrjum á því að taka saxað kjöt í pott og einnig örlítið grænmeti að eigin vali. Og nú í þetta setjum við síðan örlítið af tungnámjáng. Sem er krydd. Já, sem er krydd, já. Sem er krydd. Nú, í þetta má síðan bæta, mjög bragott, skera niður örlítið af tungnámjá og setja það í pottinn líka. Sem er sveppir þá? Sveppir, já. Skrítið nöfn á þessu. Já. Nú, svo að lokum á þetta, setja þetta, sem sagt, bæta örlítið af tjónirón, já. Já, sem er austurlenskt krydd. Akkurat.
Nú, síðan þegar færum við aðeins upp í þessu svona veganhita og svo þetta allt saman sett í horinga búndag og norðin, já. Sem austurlenskt krydd. Nei, sem ofnin. Næsti. Mikil jólastemning er á Alþingi þessa dagana og eru þingmenn komnir flest allir á kaf í jólaundirbúningin. Við spurðum Ólaf Ragnar, hvenær byrjar þú að pakka inn jólagjöfum? Byrjar í dag. Já, það er nefnilega það. En smákökubaksturinn? Hann byrjar í dag. Nú eins og landsmönnum kunnugt þá hefur gengið verið þellt. En eins og venjulega þá eru útskýringar stjórnmálamanna illskiljanlegar. Þess vegna leituðu við til möppudísins Fróða Haraldssonar og báðum hann að útskýra fyrir okkur hvers vegna gengið var fellt. Hvers vegna var það, Fróði? Nú, þetta byrjaði sem sagt á því að Spánverjarnir, þeir lækkuðu pesetan og þá minnkuðu norðmenn krónuna niður í svona, sem sagt cirka 50 aura eða svo og svo var það sem sagt Bretinn, hann ákvaða minnka pundið, nokkuð grömm svona, þá draga þess úr því og þá geraði það sem sagt strax í kjölfar af því að Þjóðverjarnir þeir ákvaða bara að loka markinu og þá urðu við náttúrulega að fella gengið um 6%, annað hefði bara ekki gengið. Nei, ég skil, það var sem sagt gert þá með handafli eða hvað? Nei, það sá alveg þetta sjálft. Hrundi bara? Hrundi. Já, skil. Fúlafur S. Antonsson í slæmu gengi fyrir Imbakassan. Og yfir í öllu heitari mál, Álfur Álfsson á Víðavangi. Já, ekki öll vitleysan eins. Nú hafa borgarbúar orðið varir við mjög, vægast sagt, mjög léttklæddan mann sem spókar sig á götum borgarinnar og þrátt fyrir norðangarð, nístingskulda og fleiri stiga frost, þá virðist honum ekkert vera kalt. Segðu mér, hver galdurinn, Baldur Bjarkan? Nú, þetta ný uppfinning hjá mér. Þetta svona, maður getur kallað svona persónuleg hitaveita. Já, já. Þannig að þessi föt sem ég í hérna eru ofin úr sérstökum svona hitaþræði, þannig að mér verður aldrei kalt, hvernig sem viðrar. Nei, og þetta heldur alveg á þér hita? Já, já, elska minn góða. Ég þarf ekki að vera kappklæddur eins og Íslendingar eru yfirleitt svona í úlpum, þykkurum úlpum og með húfunni fyrir eyru og svona. Yeah. Þannig að ég bara klæddur þessum fötum og þetta bara býtur ekkert á mig. Þannig að svo sparar þetta líka svo mikið fattaköpinn. Já, það gerir það. Það gerir það. En segðu mér, er þetta tilbúið til framleiðslu? Nei, ekki alveg. Ég á aðeins eftir að þróa þetta aðeins betur. Þessa rafstöð sem ég er með hérna, vegna þess að hugmyndin að koma þessu fyrir í einu skyrtunheppi. Þannig að þetta verður ekkert mikið vesinn, en sem sagt, ég á eftir að þróa þetta aðeins betur. Já, sem sagt þá rafstöðina? Sjálfa. Já. Já. Þakka þér kærlega fyrir, Baldur. Ekkert að þakka. Já. Aðeins. Þetta er Álfur Álfsson í hita leiksins sem talar fyrir Imbakassan.
fáum þetta aldrei til að ganga upp svona. Aldrei. Ekki eftir þessa gengisverðingu. Nei. Kaupir enginn vörunar þegar búin að hækka svona. Hörðu, verðum við ekki bara að... Þú veist... Það er hann, aftur? Já, það, ég meina... Hvað er að gera? Það er kannski einnig ráðið. Ég held það. Ok. Almáttugir lána drottinn, viltu lána okkur meiri pening? Voruð að kalla á mig, börnin mín? Já. Þú manst þú lánaði okkur 10 milljónir þannum daginn? Já, hvernig get ég gleymt því? Við þurfum að fá annað lán, getum við það? Þið vitið að vextirnir hafa hækkað mjög mikið. Hækkað? Já. Ég held að þeir hefur lækkað. Ekki hjá mér. Nú, jæja. En geturðu lánað okkur meiri pening? Já. Því miður. Það verða að kalla á mig frá æðri stöðum. Æðri stöðum? Já, stjórnin. Stjórnin? Já. Meinaru Sigga Beinteins og Gretar og þau? Nei, Davíð. Davíð? Já. Er Davíð komin í stjórnina? Já. Spilar hann á trompet? Ekki viss mér á það. Þá viljum við freka káta pilta. Gott kvöld. Flestir vinna á daginn, en sumir starfa í skjóli nætur, eins og til dæmis Jóhann Vakan, næturvörður frá Svefneyjum. Við segjum hæ við Jóhann. Jóhann, segðu mér Jóhann, er ekki skrítið að vinna svona einn á nóttunni? Það hlýtur að vera undarlegt að snúa svona sólarhringnum við, verður maður ekki hálf skrítin að þessu? Jóhann. Kærlegan, hver er þú? Ég meina sko... Hver leit þér inn? Það hlýtur að vera erfitt að ganga einn um stóra byggingu og fara allt svæðið. Já, við getum alveg gert það fyrir þig. Nei, ég meina, er það ekki það sem að þú þarft að gera, ekki satt? Jóhann, í þeim skilni, er þetta ekki einmannalegt starf? Jóhann? Sagði Jóhann Vakan frá Svefneyjum. Við segjum